Já, nei, passa. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran, OB og strákarnir okkar. Angola, það kannski svona lið sem að, ekki margir þekkja. Nei, skal alveg veikjum það, ég hef aldrei séð Angola spila og ég sé kvennalið og það nú allt í lagi, en aldrei sé þetta lið að hirt það. Þannig að það náttúrulega bara frábært að fá það í fjórðarleik, þannig að þegar þetta komið þá hafa þjálfarnir séð á í 3 leikjum. Og þetta svona leikur sem að auðvitað við eigum að vinna létt og frábært að nota til að hvíla lykilmenn. En samt sem áður þá þurfum við að þetta er svona típist Ísland að vanmeta eitthvað svona og lenda ykkur basli framan af og enda í ykkur svona ströggli og vinna samt leikin, en mann bara við spilum við Bretana á Ólympíuleikunum, það var sama tíma svona loka riðlakeppninnar og þá mættum við með hangandi haus og það var bara nánast jafnt í hálfleik og vorum lengi að hrista af okkur og kannski náðum ekki að hvíla eins mikið og við vildum. Þannig að lykillinn á móti Angola að mæta einbettið til leiks og ekki vanmeta og koma okkur í það stöðu að geta hvílt lykilmenn og hvílt lúum bein fyrir lykileik sem er síðasta leikun í riðlunum. Þessi leikur kemur á eftir 3 leikjum sem svolítið þungt prógram. Þú segir gott að mæta, en þarna þetta svona lið sem að við getum kannski farið út í því að vanmeta, en þarna eru bara stig nauðsynleg. Já, og ég það er örugglega ekkert auðvelt fyrir Óskar og Geiri ef þeir reynda að fá okkar vídeo með þeim fyrir mót. Þess vegna bara mjög gott að sjá það að þeim spila áður maður mætir þeim. Maður veit ekkert hvað býður manns. Og samanskapi byrja oft svona lið, þeir byrja oft mótin af krafti og svo svona fjarar undan þeim, þannig að það er fínt að mæta hérna í fjórðarleik. Og ef við mætum einbeittir þetta, þá verður þetta þægilegur leikur og við náum að hvíla okkur vel fyrir framhaldið sem er mikilvægt.